réttur settur segjum við hérna þegar hann Gísli Tryggvason lögmaður kemur og ræðir lögfræðileg mál álita efni en það væri nú kannski nær að kalla þetta lagahornið. En eina ferðin Gísli sem sagt kominn og sestur, vertu velkomin Gísli. Takk. Við ætlum að ræða hérna sem sagt mál sem eru svona til umræðu í fréttum líðandi stundar eins og við erum vön að gera. Við ætlum að ræða dómstól götunar, Edison-málið, þjóðaratkvæði stjórnarskrá og kannski byrjum við á því að ræða hvort það sé engin spilling á Íslandi og þar ég að vísa til þess að það má nú segja bara víða sé allt vitlaust í samfélaginu vegna þeirra ummæla fjármálaráðherra Daða á meðan hið viðkvæma Namibíumál er fyrir íslensku dómstólum að lýsa því yfir að þessi spilling í Namibíu en hérna ekki á Íslandi þetta ekki væga sagt mjög óheppilegt fyrir sitjandi ráðherra? Jú, ég hef nú haldið að þessi ráðherra af öllum komandi þaðan sem hann kemur úr akademíun og verandi í Viðreisn sem er svona nýr flokkur sem átti að skilja sig frá skulum við segja meintri spillingu annara. Þá hefði ég haldið að hann vissi betur hámenntaður maður og velgefinn og ég held að allir viti að það er spilling á Íslandi og ég hef lengi talið að sé tölvört mikil spilling á Íslandi. Einhvers staðar heyrði ég bara fyrir nokkrum dögum eða sá á Facebook að einhver væri að segja að við værum spilltasta ríkið á Norðurlöndum. Já, við erum það. Og við erum líka mjög stöndum illa í fjölmiðlafrelsi. Já, en þá sagði einhver það væri nú eins og að segja lauslátasta nunnan í klaustrinu og átti þá við að Norðurlöndin væru í heild svo lítið spilt að það væri ekkert mjög spilt að vera spiltasta ríki þar en mér finnst eftir náttúrulega langa reynslu á Íslandi og nokkra í Danmörku þá finnst mér alveg meirinn stigsmunur á spillingu á Íslandi og í Danmörku og Noregi, kannski það sem ég þekki helst til. Já, og eitt vandamáli skilningur eða skilgreiningar Íslandinga sjálfra á spillingu, þær eru sumpart á skjön við skilgreiningar annarra þjóða. Við lítum ekki á það sem spillingu sem er hrein spilling hér. Já, kannski er það nú svona að þetta er allavega ekki fast lagahugtak en ég er ekkit viss að það sé alveg afmarkað hugtak. Eitt getur talið það spillingu, svo gömul kona sem taldi það spillingu að þegar Davíð Oddsson heitinn og Halldór Ásgrímsson heitinn ákváðu að fara upp á sitt einstæmi eiginlega, vera hvetjandi til stríðs inn í Írak fyrir rúmum 20 árum. Það fannst mér skrítin skilningur, það fannst mér ekki vera spilling, það fannst mér bara vera röng ráðstöfun og ólögmætt og eitthvað svona. Gerræði, já. En spilling finnst mér oft vera tengt peningum og öðrum hagsmunum, réttindum. Til dæmis það að stöðveitingar eru hér mjög spiltar búin að vera í áratugi, tel ég. Já. Þannig ég tel spilling á Íslandi, ég tel spillingu mikla á Íslandi og ég tel þetta dómgreindarleysi á ráðherranum. Ég var að vona að þetta væri kannski miskilningur en hann hefur ekkert leiðrétt þennan skilning. Hann hafi sagt að veri spilling í Namibíu og þá gagnályktarmaður, já, er sannst ekki spilling hér en gerandinn í þessu máli er íslenskur aðili eða íslenskir stjórnendur og eigendur. Þannig að það er ekki vafi að þessi spilling þó hún komi fram í Namibíu þá er hún íslensk að uppruna og hegningalögin í svona fræðunum taka á því til dæmis þegar brot er framið í einu landi en kemur fram í öðru landi að þá er það ekki bara það sem að kemur fram endilega sem að broti er framið. Það eru flóknar reglur það hvar lögsaga í málum er. Nú hér er lögsagan í Namibíu af því að þeir hafa staðið sér vel í því en ef að svo væri ekki, ef að þeir væri ekki að gera neitt í þessu þá kynni að vera íslenskum stjórnvöldum bæri að taka á svona spillingu. Það getur verið spilling að reyna að múta í öðru landi eins og þeir eru sakaður eða múta í öðru landi. Já, og þegar öfl í skjóli þrýstings og auðæfa hafa mikið með persónuréttindi annarra að gera, þá er það auðvitað spilling. Það vill þannig til að ég skrifaði bók spillingu sjálfur og ég skoðaði sjávarútveginn sérstaklega. Það er nú graf þar sem að mynd í bókinni sem sýnir tengslin á milli.
þetta náttúrulega allt saman eins og þú veist innviklað og ég leiddi fram þá tilgátu að ef til dæmis stórútgerðin heldur áfram að kaupa upp atvinnulífið í landi, fyrirtæki í landi, ótengt sjávarútvegi, þá endi það þannig að engin Íslendingur hafi frjálsa skoðun. Vegna þess að það verði þannig að einhverju fjölskyldunni verði að starfa hjá útgerðinni eða þeim sem eiga allt atvinnulífið á Íslandi. Þetta sannarlega ögrandi tilgáta en þetta náttúrulega eins og við höfum alltaf vitað eitt meinið hér á landinu, það er þessar blokkir, það er að aflera greiður aðgangur skoðana sjávarútvegsaflana inn á Alþingi. Sumir þingmenn hafa beilinni sagt upphátt í ræðustóli að þeir séu fyrst og fremst á þingi til þess að gæta hagsmuna sjávarútvegarins. Og þegar við heyrum Daða fyrst í frétt Berlingske, loksins sem ráðherra, opna munnin og segja já, hlutir eru nú ekki nógu góðir og svo snýr hann fyrri afstöðu, eiginlega 100%, þá hlýtur að vakna spurningin, var hann sagt, voru sjávarútvegsöflin, sussuðu á hann, sögðu við hann, Daði minn, þú verður að bæta fyrir skaðan sem þú valdi með fyrir ummælum. Fyrir ummælin voru að hann taldi að hann eins og hann orða hefði lengi reynt að vinda ofan af þessu kerfi eitthvað, þannig að þetta var svolítið skrítin viðsnúningur, ég er sammála því. Hún gild spurningin að einhver hafi haft hann undir og honum hafi verið sagt að segja það sem hann sagði sér? Já, það náttúrulega mörg dæmi það og þú nefnir nú einhver þeirra í bókinniðinni þegar símtöl koma frá ráðamönnum. Ég hef fengið svona símtöl oftar en einu sinni þegar ég var talsmaður neytenda, þá fékk ég símtöl frá gömlum skólafélögum eða hátsettum embættismönnum og stundu voru nú bara skilaboðin svolítið eins og í Godfather, bara farðu varlega. Já. Og ekkert meira sagt. Og manni það ekki rétt að einu sinni fékkst ekki að tala á vinnustað Samherja á Dalvík. Það var einhver sem að... það er rétt. Þá var ég reyndar frambjóðandi, þá var ég nú ekki embættismaður eða... En eiga síður mjög óeðlilegt að sumir, þá fengur sumir stjórnmálaflokkar að tala á vinnustað. Heldur þetta sé ekki allt saman, þetta vekur allt saman stórkostlegar spurningar. En hitt má segja að þessi spá þín eða greining á stöðunni, ef þú telur þetta sé orðið svona blokkað, þetta kerfi okkar, að þá myndi ég frekar segja að það væri óheppilegt kerfi og byði upp á spillingu. Mér finnst einhvern veginn eins og spilling sé aðeins þrengra og það er ekki fyrir menn fara að nýta sér hagsmuni, en þetta býður upp á spillingu þessi tenging sem þú varst að benda á og svo má kannski deila þetta sem þú nefndi með fulltrúa, það eru sumir fulltrúar á Alþingi sem segja bara ég er fulltrúi alþýðunar eða ég er fulltrúi bænda, þannig hefur það lengi verið á Íslandi og þingið eru þetta í mörgum löndum og þar á meðal væntanlega hér skipað ekki bara hugsjóna aðilum heldur líka hagsmuna aðilum eða fulltrúum hagsmuna. Þannig að kannski þarf það ekki að vera rangt ef það er upp á borðinu að einhver segi ég er fulltrúi bílstjóra eða alþýðunar eða verkalýðsins eða sjávarútvegsins eða bænda. Nei, það sem er alveg stór hættulegt í þessu máli, það er styrkur stór útgerðarinnar. Það er fjölmiðla ítök hennar, eina blaðið sem er gefið út á Íslandi, eina dagblaðið, það er í hrömmum stór útgerðarinnar og massífur áróður borinn þar á borð núna til þess að trufla okkur í þjóðaratkvæðisgreiðslu og Ólína Þorvarðardóttir, rektor Háskólans á Bifröst, sem er stjórnarmanneski einnig hér á samstöðinni, hún skrifaði bók þar sem að hún færiði rök fyrir ýmsum dæmum hvernig fólki er hent til missir starfiði sitt. Í minni bók er fjallað landflóttafólk vegna skoðana, fólk sem ætlaði að móast við og vera sjálfstætt og þora að bjóða öflunum byrgin þótt ekki væri nema bara með því að segja hug sinn opinberlega einhvers staðar. Og við sjáum Daða hvernig hann eitt andartak verður maður á meðal músa og svo er hann bara plaffaður niður nokkrum dögum síðar. Þetta hljómar mjög illa. Já, bók Ólínu er líka mjög góð greining á kannski spillingu sem ég þekki aðeins betur úr mínum störfum. Já. Þannig að það eru til marga bækur úr spillingu og
ég tel það engan vafa, hér spilling og hún þarf að minnka. En síðasta fréttin sem hefur sögð á þessu að fjármálaráðherra Íslands segir spillingin í Namibíu, hún ekki á Íslandi á sama tíma og allir sem að þora að kynna sem málið sjálfstætt. Þeir áttu að segja á því að hér sko mikil þöggun, það mikil öfl að baki, það hlutast til það hver fær vinnu, jafnvel hjá hinu opinbera og svo framvegis. Og þetta mál hefur ekki fengið nægilega umfjöllun á hálfu fjölmiðla finnst mér eftir að Daði skiptur kúrs. Nei, hann hefði getað leiðrétt sig ef hann hefði ætlað að segja að það spilling. Þetta dæmi snýst spillingu í Namibíu og leiðrétt sig að hann væri ekki að segja að væri engin spilling á Íslandi en það höfðu fyrri umælina spennt til þess að væri allavega möguleiki á spillingu á Íslandi. En það tel ég semst rangt að það sé hægt að tala þegar íslenskur gerandi reynir að múta eða mútar í Namibíu eins og sakinnar eru. Þá það augljóslega íslensk spilling að uppruna. En má ég spyrja þig hreint út, má hann tjá sig með þessum hætti sem hann gerir á sama tíma og Íslenska ríkið að skoða lögbrot Samherja í Namibíu með máli? Bara má hann segja það sem hann segir? Sko hann náttúrulega ekki þingmaður en hann stjórnmálamaður eftir að hann var skipaður ráðherra og auðvitað varaformaður Viðreisnar ef maður rétt. Þannig að hann hefur rúmt tjáningafrelsi svona lagalega en það má deilum hvort það heppilegt ef að það rétt að íslensk stjórnvöld, íslenskt réttarkerfi sé að skoða þetta líka eða réttarvörslukerfið sko. Já, dómsmálaráðherra mætti þá ekki tjá sig, það verið? Þá væri það kannski óheppilegra, já, en mér finnst alltaf óheppilegt þegar ráðherrar tjá sig sakir eða sakleysi mála sem eru eða kunna að vera til rannsóknar. Þeir ástundu gert það? Ég ætla að halda þið fram að hún hafi verið sagt að segja þetta. Ég búin að bjóða honum í samtal hér við rauðaborðið. Ég vona að þykja það. Ég vona að ég geti spurt hann beint þeirra spurningar. En mér finnst við þurfa að fá að vita meira. En takk fyrir þetta. Við ætlum að fara þá kannski úr þessum umdeildu ummælum yfir í önnur, svolítið umdeilt ummæli. Hún nú ofta á milli tannana hjá þjóðin. Hún Inga Sæland, blessuð, formaður Flokks fólksins, annar ráðherra sem svona óvenjulegur, getur við sagt. Og það margir vina minna reiðir yfir því að hún hafi verið að bera blaka einhverju tónlistamanni sem að henni finnst að hafi verið farið illa með og hefur verið svona vakið upp umræður þöggun, skautun, útilokun. Ég að tala poppara sem að ég þarf ekkert að nafngreina en þarna komum við aftur að þeirri spurningu hvort sko þetta frelsi ráðherra til þess að tjá sig, ríkt tjáningafrelsi segir þau, samt kannski ekki sumt sem ættu bara að láta í friði alla jafna. Jú, sko lögfræðingar eru kannski ekki bestir til þess að svara þessu, þess að þeir meta bara hvað innan ramma lagana eða ómerkingarhæft eða skaðabótaskylt eða refsivert að segja og þá nærtæk nálgun að þetta sé innan ramma lagana en svo geta menn kannski haft þá stjórnmálafræðilegu eða pólitísku skoðun að það sé óheppilegt að ráðherra tjáu sig svona. Fyrir nokkrum árum var nú dómsmálaráðherra hér sem fekk pínulítið bátt fyrir einhverjar yfirlýsingar í auglýsingum að hún tryði fórnarlömbum þolendum kynferðisofbeldis og það var eitthvað verið að skensa Áslaugu Áslaugu Arna Sigurbjörnsdóttir þegar hún var dómsmálaráðherra að tjá sig svona að því þá væri hún að dæma fyrirfram að allir þolendur eða meintir þolendur hefðu rétt fyrir sér sko, það náttúrulega ekki alltaf þannig en Inga Sæland sagði þetta í broadcast-þætti sem að birt var brotúr hjá Frosta Logasyni og hann náttúrulega var að spurja þetta og var mjög skilningsríkur yfir þessari afstöðu hennar að því að hann hafði nú sjálfur lent í einhverju svona umtali áður og hann misti vinnuna hjá Stöð 2 út af þessu, já, út af einhverju svona máli en Inga segir, þú þekkir þetta hvernig þessi slaufunamenning og hvernig þessi dómstól götunar og þessi viðbjóður getur farið með fólk sko það þín skoðun þegar þú horfir aftur að við höfum
á einhverjum tímapunkti gengið of langt í að hengja fólk án dómstólaga? Já, það eru alveg dæmi það, en ég veit ekki hvort að þetta dæmi það, en það geta allir séð sig í því og margir getur lent í því að vera bornir röngum sökum, en mér finnst kannski kjarni málsins vera að þegar réttarvörslukerfið, formlega lagakerfið, hefur ekki staðið sér nógu vel í að fylgja eftir kærum og reyna að ná saksókn og réttlæti, þá líklega en ella að einhvern óformlegt kerfi taki við eins og það sem stundum við kalla dómstól götunnar. Og Íslenska ríki var jú sagt brotlegt í nýlegu máli sem við fjölluðum hérna í held í vetur. Það sem að ekki var aðhafst nóg eða nógu snemma eða tímanlega í málum sem vörðuðu kynferðisofbeldi eða mynd kynferðisofbeldi og þannig að það má segja að þessi komin dómur, ég man ekki hvort eru fleiri, þar sem að frá Mannréttindadómstól Evrópu, þar sem að segir að Ísland hafi ekki staðið sér nógu vel í þessu og þá kannski skiljanlegra en ella að það sem Inga Sæland kallar dómstól götunnar leyfi sér að taka við. En hún fór nú ekki alveg rétt með, hún var nú eitthvað að vitna í 1. grein hegningarlaganna, en þar ekkert fjallað þessa reglu að saklaus maður teljist eða maður teljist saklaus uns sekt hans sönnuð. Það í stjórnarskránni núna og svona í að því lögum meðferð sakamála, en Inga Sæland auðvitað með BA-gráðu í lögfræði, en hún ekki með mastersprófi eða kandidatsprófi í lögfræði. Nú hún bara með BA-gráðu í lögfræði? Já. Þannig að hún og fór náttúrulega inn á þing leið hún kláraði þetta held ég. Þannig að hún hefur ekki praktíserað lög en þannig að mér fannst hún ekki fara alveg rétt með en svo hún bara stóryrt og karismatísk eins og við töluðum hérna í hvað kallaði það þríekinu hérna síðast reyndir boltar, reynsluboltar og með það að tala framgöngu hennar. Hún á enga sinn líka, hún Inga, en ég svona veltaði fyrir mig hvort mér finnst tíminn sem við lifum núna árið 2026, þetta vor 2026, hvort mér finnst hann einhver leiti frábrugðin því þegar hlams MeToo-bylgjan reisum hæst. Ég átti mig ekki alveg á því, en ég held samt að fólk stígi aðeins varlegar til jarðar þessa dagana í því að níða mannorðið hvert af öðru á opinberu vettvangi heldur en var fyrir nokkrum árum. Það mín tilfinning. Já, og mér fannst hún líka taka óvarlega til orða þar að sumir gerðu bara það að níða skóin á öðrum. Það náttúrulega fólk líka með tilfinningar sem að kannski tengist málinu og hefur stundum einhverja ástæðu til þess að trúa þolendum en það erfitt að dæma svona opinberlega á löngu seinna og stundum vilja mér nú ganga svo langt að slaufa ekki bara í nútíðinni að segja við viljum ekki fá þennan tónlistamann eða þennan stjórnmálamann á tónleika eða pallborð af því að hann gerði eitthvað í fyrra eða fyrir 5 árum en stundum vilja mér líka gera þetta afturvirkt og hætta að horfa á myndir eftir fræga kvikmyndaleikstjóra eða einhverja sem að hafa gert eitthvað af sér í fortíðinni. Þannig að slaufunin svolítið virk og auðvitað getur hún haft þau góðu áhrif að menn passi sig að gera ekki ranga hluti en þetta getur líka gengið og langt gerir ráð fyrir. Já. Heyrðu Gísli, svo þetta bara þetta hræðilega mál þarna á hótelinu, Edition. Nú Ríkisútvarpið hefur gert vel með því að svona kortleggja þá sögu og maður eiginlega bara manni finnst alveg stórmerkilegt að það væri að gerast bara í einhverju fylki Bandaríkjanna en að þetta hafi gerst bara hérna. Ég labba nú alltaf hérna fram hjá reglulega hvað getum við dreigð einhverja línu eða ég veit ekki á hvaða nótum við ættum ekki að rætt þetta en hvað finnst þér áhugaverðast? Það allavega auðveldur að ræða þetta núna eftir að þetta hlaðvarp kom út held ég í gær og ég hlustaði á það. Þar var góð greinagerð fyrir því sem maður vissi og líka ýmislegt sem maður vissi ekki. En RÚV hefur einmitt, eins og ég hef nefnt hér áður,
staðið sér mjög vel í að bæði koma upp spillingu og fjallu spillingu og brot í fortíðinni sem við höfum talað og líka svona glæpamál sem eru yfirstandandi eða ekki komin nema eitthvað áleiðis í kerfinu. Já, Þóra Tómasdóttir, Ingi Freyr, Helgi Seljan, svo sem hættur og farin inn eitthvað ráðunæti, hvað heitir hann hérna? Freyr Gía, Gunnarsson, alveg sammálaðir, margir öflugir hérna. Já, þannig að mér finnst RÚV gera vel að gera þetta og gera þetta vel en þetta mál þetta kannski lítið lagalega að segja en það kannski þó við höfum hlustað á fréttir og hlaðvarp þá ekki margt komið fram af því sem á eftir að koma fram fyrir dómi en þó það að handhafi ákæruvalds treysti sér ekki til þess að ákæra konuna fyrir aðkomu að andláti manns síns heldur að hann hafi sjálfur verið valdur á döðu sinum eða ekki sé hægt að sanna því gagnstæða en hún gerð í ákæru með ábyrgs skilt mér fyrir döða dóttur sinnar. Manst þú eftir mörgum íslenskum sakamálum í áranar ástar sem feigð kallar að forráðamönnum og fólk kemst að þeirra niðurstöðu að það sé best að drepa börnin líka? Nei, man ekki eftir neinu svoleiðis máli. En það hegningalega ákvæði eins og lögmaðurinn kom inn á og ég nefndi hérna síðast þegar við fjölluðum þetta sem að talar það að það mun vægari refsing að drepa mann að beiðni hans en þá reynir auðvitað á sönnunargögnin bað þessi dóttir það hægt að sanna það þó að konan segi að þau hafi ákveðið þetta sem fjölskylda eitthvað fjölda sjálfsmorð Þannig að þetta náttúrulega bara sorglegt mál og ég veit ekki hvort það þetta fjalla mikið lagalega það núna. Nei, maður fyrst og fremst bara alveg ótrúlega sleginn og sko þetta svona á mörkum það sem maður getur ímyndað sér. Ég held að sé það sem að... Já, þetta stundum sagt að þetta myndi ekki vera tekið gilt af ritstjóri ef maður vera að semja skáldsögu á þessum nótum sko. Þannig að þetta mjög sérstakt og áhugavert fyrir eins og mig sem mikið í erfðamálum að erfðamál virðast hafa verið svona trigger í þessu deilur mikla fjármuni samkvæmt þessu hlaðvarpi Það á öðrum stað í kvöld sem að spila viðtal við mikla baráttukonu í umhverfisvernd og hún segir bara follow the money, það á alltaf ennþá við Þar verður ógjafan til ef fólk leggur og mikla áherslu á. Já, var það ekki mantra sem var uppgötað í Watergate-málinu? Jú. Follow the money, það oft góð leiðbeining. Já. En svo erum við í miðri ESB-umræðu sem kaffærir að mínum að til sveitstjórnarkosningarnar, töluvert. Ertu sammála því? Já, mér fannst þetta pínu óhefnilegt að þetta kæmi fram núna, ég hefði kannski talið haustið heppilegra í að taka þessa umræðu og halda sig þá við tímasetninguna að þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram 2027 á næsta ári, en nú á hún að fara fram í haust og ég hefði haldið að veri heppilegt eins og ýmsir hafa bent á að hafa það aðeins seinna heldur í lok ágúst. Svona að því að kerfið þarf að sinna ýmsu fyrir svona atkvæðagreiðslu. En þetta svona praktískt mál, síðan það efnismálin og þar hefði ég haldið að það ætti ekki verið að deila það sem að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var að reyna að svara fyrir í utanríkismálanefnd í gær að Evrópuréttur auðvitað mun ríkja hér meira en áður ef að við gerumst aðilar en ekki fyrr en við gerumst aðilar og ekki fyrr en þá stjórnarskrá hefur verið breytt til þess að leyfa það, ég held að sé engin deil það að... Ekki fyrir aðild eins og stjórnarandstæðingar? Nei, meðal annars eins og stjórnarliðar hafa víða bent á að við erum með svo mikla aðlögun að Evrópuréttinum nú þegar eftir 30 ára auka aðild að ESB, sem ég kalla svo. Mér finnst EES vera auka aðild að ESB, við fáum megnið að gæðunum en höfum lítið af áhrifunum eða ekkert. Og nú erum við að sækjast eftir fullri aðild, allavega þeir sem styðja það og þá fáum við meira af kostunum, eitthvað á ókostunum líka en fyrst og fremst áhrif.
En lagalega bara engin vafi að það þarf að breyta stjórnarskrá og það þarf að spyrja skýrt eins og hefur verið rætt áður. Já, það þarf að breyta stjórnarskrá. Kristrún vill sjálf dæma fyrirsögn Moggans á þessum fundi hennar í gær. Mun ekki leggja aðildarsamning í þjóðaratkvæði sem ekki stenst kröfur hennar. 3 skref í stað 2 til ESB aðildar vill semja breytingar á Evrópurétti. Já, mér fannst hún gera vel grein fyrir máli sínu að hún mun ekki frekar en aðrir sem eru hlindir eða hallir undir aðild að ESB, aðild Íslands að ESB, leggja til slæman samning og annarkvort verður þá bara hætt samningaviðræðum ef ekki næst eitthvað gott eða hann felldur. En ég held að jafnvel æstustu Evrópu aðildar sinnar mun ekki reyna að fá þjóðin til samþykja eitthvað sem slæmt fyrir þjóðina á þeirra mati. En hefur þeir fundist sem bara Íslendingi og lögfræðingi, lögmanni, að við höfum fengið upplýsta og vandaða umræðu íslenskur almenningur kosti og galla ESB-aðildar? Ekki ennþá, enda þetta bara á frumstigum. Þetta bara upphafið að umræðunni núna að það sem ég hefði viljað segja að hefja að 9 viðræður en ekki halda áfram viðræður. Þetta svolítið langt hlé, þannig að það óupplýtt að deila það en mér finnst upplýst umræðan ekki vera komið langt. Nei. En ég stúderaði þetta mjög vel þegar fyrri umsóknin eða upphaflega umsóknin fór á stað 2009 og þannig að ég held ég ágætlega upplýstur þó að eitthvað hefur nú breyst síðan og ég nokkuð sannfærður að við náum góðum samningi af því að það engin ráðandi aðil í Evrópu sem vill knesetja þessa litlu þjóð frekar en einhverja aðra aðildarþjóð. Nei. Það enginn sem býður manni í félagskap til þess að knesetja mann. Félagskapur yfirleitt alltaf til þess að styrkja en auðvitað eru alltaf kostir og gallar í öllum hjónaböndum og félögum. Mogginn segir að ESB vilji fá okkur til þess að merksjúga Ísland. Já, ég veit ekki neinn dæmi að ESB hafi mergsogið nokkurt land nema kannski sterkustu ríkin. Þjóðverjar hafa kannski verið mergsognir einhverju leyti til að styrkja veikari lönd og héruð en þeir hafa líka notið góðs af innri markanum. Já. Þannig að þetta ekki það sem kallað zero sum game. Það ávinningu fyrir báða eins og í flestum samningum og vonandi flestum hjónaböndum og vonandi flestum félögum. Ef maður gengur í KR þá verður maður að mæta á fundi og borga félagsgjald og gera eitthvað en þá hefur maður líka áhrif og félagskap og það svona í flestum samböndum held ég. Já. En þetta stefnir í rosalega spennandi niðurstöðu. Þetta verður mjög tæft á þeim könnunum sem við höfum séð hvort þjóðin mun segja já eða nei fyrir framhaldinu. Já, en ein ástæðan fyrir að ég hef verið hlindur fullri aðild Íslands að ESB lengi að þau mál sem ég hef fylgst með eða borið fyrir brjósti eins og mál neytenda og launafólks og kannski umhverfis að þau eru þar eru eiginlega allar réttarbætur Íslands komnar frá Brussel. Þannig að við höfum bara þurft, finnst mér, þessa þróunarhjálp sem felst í þessu að lyfta okkur frá jafnvel spilltu ástandi og þó að allstaðar sé spilling í mannana heimi þá held ég að þetta verði okkur til góðs. En ég treysti ríkisstjórninni til þess að ná góðum samningi og leggja bara fram góðan samning. Já. Og nokkri viðmælendur mínir þegar ég skrifaði fyrirnefnda bók spillinguna sem við ræddum á þann aðeins sem sögðu ég held að Evrópuspillingin sé aðeins skárri ef hún kemur hingað til Íslands, heldur en Íslandsspillingin vegna þess að fjarlægðin til bóta og það alltaf svolítið erfitt þegar við erum að hlutast til okkar eigin mál vegna þess hvað við erum tengd og nálega hvert öðru og ég meina það má nefna dæmi spillingu í ESB sem að til dæmis núverandi formaður Dansk Folkeparti sem mikill andstæðingur ESB aðildar
hann var ákærður en að lokum sýknaður með nauðmyndum. Hann var ákærður fyrir spillingu með því að misnota fé frá ESB í pólitískum tilgangi eða öðrum tilgangi en það var ætlað. Þannig að það er ekki alltaf bara einhverjir Evrópu sinnar sem eru þá sekir spillingur, en spilling verður alltaf það sem að völd og fjármagn safnast, og ef að gegnsæi er lítið og aðhald checks and balances of lítið. Já, einmitt. Herru, það búið að vera mjög upplýsandi og fróðlegt að spjalla við Gísli. Kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og áfram gengur lestin ekki fara langt, það nýtt efni hér handa við hornið. Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.